Ef aðeins að taka smá snúning á fasteignafélagunum, Jón, það vakti athygli að það var verið að skipta forstjóra hjá Eik, fasteignafélaginu Eik. Já. Og þegar ég var eitthvað að ræða þetta við þá bettur við heyru það var bara búið að vera að skipta forstjóra í öllum fasteignafélagunum og eitt að skipta mér sér nafn. Þannig að þar auki fleiri fasteignafélög komið, ég held að 4 svona eiginlega fasteignafélög sem eru skráð í Kauphöllinni og þau hafa verið að hækka mikið, þau eru náttúrulega mjög næm fyrir vöxtum og væntingar, ég leyfi mér eiginlega fullir að væntingar vaxtalækkun sé að einhverju leyti komið fram eða komin inn í verðið. Já, ég er nokkuð viss það. En þetta eru umsvöfu mikil félög og ég held að landsmenn verði nú vari við þau eiga náttúrulega allar verslunarmiðstöðvar og húsnæði sem bank, stórbyggingar og sinna fasteigna þróunarverkefnum sum þeirra að hluta til í víða en þarna var allavega það sem ég var aðeins að velta fyrir mér forstjórinn hættir og þá var maður, hann hafði verið þar í allnokkurn tíma en sko, maður veltir átt fyrir sér er breyting á stefnu fyrirtækisins og þá kannski segja menn sem svo forstjórinn ekki að hlýða stjórninni á einn eða annan hátt. Þetta mjög öflugt sem þú ert að segja vegna þess að það sem í gangi það að Garðar Hannes Fríðarsson, hann sem sagt að hætta, maður veit ekki alveg hvers vegna, en á móti kemur, hann búinn að vera þarna í 22 ár forstjóri frá upphafi og hefur skilað þetta mjög góðu verki, hvers vegna hættir hann núna á þessum tímamótum, ef hann væri að fara annað, þá var þetta lægið það í augum uppi að það með hefði verið sagt frá því eða svona maður ímynda sér það. Það sem við vorum líka að tala það Guðjón Auðunsson, hann hætti hjá Reitum sem forstjóri, núna forstjóri Mjólkursamsölunar eða þetta með Ísey. Guðni Aðalsteinsson, þekktu bankamaður erlendis og hér heima, hann kom heim og núna forstjóri Reita. Og svo þetta hætti Halldór, Helgi S. Gunnarsson sem var forstjóri Reyins, en Reyin það var skipt nafn þar, þangað kom inn Halldór Benjamin Þorbergsson frá samtökum atvinnulífsins og það sem í gangi það að það sem búið að skipta forstjóra núna á mjög skömmum tíma í 3 stærstu fasteignafélögum landsins, Reitum, Heimar eða þá gamli Reyin og svo Eik og það má ekki gleyma því heldur að Eik búið að fara nú í gegnum talsverða umræðum. Mitt síðasta ár þá var mikið rætt það að Reitir höfðu áhuga því og að sameinast þarna og yfirtaka. Það var mikið hafarí þar í gangi. Það var mikið hafarí og þetta var rætt mikið og þarna skrifaður fjölda greina. Ekki gekk það nú eftir. Nú síðan var það nú Matafjölskyldan, þar sem að Gunnar Gíslason nú leiðtogi. Hún á yfir 30% í Eik í gegnum félag meðal annars sem heitir Langisjór. Þeir eiga líka þeir gegnum Langasjó. Þannig að þeir gerðu yfirtökutilboð sem ekki gekk upp. Þannig að það búið að vera svona, ég að segja, einhver ólga eða einhver umræða í kringum Eik. Fyrst ætla Reitir að kaupa þetta, þar sé að slá saman. Minnsta félagið, stærri félagið að bítast það, var það ekki svolítið þannig? Og svo ætlar stærsti hluthafinn í Eik að reyna að yfirtaka félagið og þá ætlar hann væntanlega að fara í einhverja hraðferð með það, sameinast eða gera eitthvað með það. En hvers vegna Garðar, Hannes Fríðarsson hættir núna á þessum tímapunkti, ómögulegt að segja, en það getur vel verið að og það líka hægt að fara aðeins yfir það að Heimar skiluðu hvað mestri ávöxtun á íslenskum hlutabréfamarkaði á síðasta ári, gengi bréfa þar hækkaði 63%. Kaldalón, þar eru nú inni þekktir kaupsýslumenn á Íslandi
Jón Ásgeir og Jón Helgi í Byko. Já, svolítið gaman að þeir skuli sameinast þar og Reytir, þeir hækkuðu 38% á síðast ári og svo var það Eik sem hækkaði 31%. Ekki ætla ég að halda því fram að í upphæfi árs hafi menn sagt sem svo, heyrðu, Heimar hækkuðu 63%, en við hækkuðum bara 31%, þar sem við gengi bréfa. En þetta vekur allavega athygli og það vekur líka athygli hvers vegna þess að allir þessir menn hafa verið að skila mjög góðri stöðu og það var eins og þú sagði við mig fyrir þáttinn að það auðvitað svolítið sérstakt þegar að það verið að félagið reki með hagnaði, félagið virðist vera mjög við rekið, félagið að hækka 31% í Kauphöllinni á síðast ári, en forstjórinn fer. Er það stefnubreyting? Er eitthvað verið að gera sem er eitthvað ósætti þarna milli? Ég auðvitað spyr mig að segja því, en Við erum alltaf að spyrja fyrir hönd litla hluthafa. Sem á þann inni, býttu hvað, það ég ekkert að vita. Já, hann veit ekki, ég veit að allir stóru playerandi. Þeir vita nákvæmlega hvað þarna gengur á. Já, en litli hluthafinn sem við erum talsmenn fyrir. Við erum mjög hávaxnir menn, en við erum þessi 30.000 manna her, sko þeir vita þetta ekki.